hérna stöndum við fyrir utan Opel Grandland X Hybrid 4. Þessi bíll byggður á sama grunni og Citroën C5 Aircross og Peugeot 3008 og hann eigi svo sem ekki mikið sameiginlegt með þeim annað en það að vera ættingi þessara bíla. Þá er sama stöffið í þessum bíl í grindinni og botninum á honum. Og ef við horfum hérna á bílinn þá þetta hins notrasti bíl. Við erum með LED-ljós hérna framan og LED-ljós á aftan held ég líka og það eru 19 tonn felgur á honum og sjáu þið hérna sjáu þið hvað þeir hafa hannað hérna þetta hérna rekkverk alveg niður fyrir sílsana sem gerir þá alveg tand og hreina og þetta svona líka hérna aftan á þegar maður stígur út úr bílnum hérna og maður búinn að vera að keyra í slabbi og slössi að þá skýtur maður sig ekki út með því að stíga út úr bílnum og við kíkjum á skottið á honum hérna þá var þetta að opna það með því að setja löppina hérna undir 390 lítrar í þessum bíl og það munar 124 lítrum í bílunum sem ekki með rafhlöðu og þá erum við að tala cirka 514 lítra skott svo þetta að fara upp í 12-1300 með því að fella henni við sætin og hér þægilegt að gangum það hár hlerinn opnast hátt maður rekur sér ekki í hann og ég 1,87 það ljós hérna aftur í mjög þægilegt það 12 volta tengi hérna og svo eru alls konar svona festingar hérna sem að þægilegt að ef maður þarf að vill hérna festa farminn með eitthvað svoleiðis og svo eru hérna svona lítil geymsla fyrir hleðslu snúru og svona viðgerðarkit fyrir hjólbarðana og með að þetta sé svona sportjepplingur og þá þetta svo sem ekkert ægilega stórt farangursrými en þetta dugar það ekki fyrir svona borgarbíl ég segja það og svo þetta að opna hérna þannig að það þetta að fara setja hérna þetta svona skíða og nú séum bara kannski prófa hérna aftur já og það virkar mjög vel og maður gengur bara frá bílnum þennan nótt hér erum við með 1,6 lítra vél sem að gefur 200 hestöfl það rafmótor hérna frammi líka sem gefur 110 hestöfl og það rafmótor aftur í sig gefur 113 hestöfl saman getur þessi vélbúnaður gefið 300 hestöfl sem vel í lagt fyrir svona lítinn bíl og hann til í nokkrum útgáfum hjá bílabúbæna þessi bíl meðal annars hægt að fá hann með 1,2 litra turbóvél þetta náttúrulega turbóvél líka og þá hann að gefa ykkur 225 hestöfl cirka en þá hann ekki fjórhjóladrifinn það eru bara þessir bílar sem eru plug-in hybrid sem eru með 300 hestafla á vélinni sem eru fjórhjóladrifin nú svo hann líka til í framdrifin útgáfu og verðið á þessum bíl sem við erum á núna það 7.490.000 og hann frá 7 milljónum þessi plug-in hybrid bíl sem fjórhjóladrifinn það hægt að fá það sem sagt ódýrari þegar þeir eru framdrifnir en við erum alltaf að taka þennan bíl plug-in hybrid fjórhjóladrifinn og þá verðið frá 7 upp í 7,5 eftir búnaði með mjög gott verð þá það rýmið hérna aftur í við erum með sætin í alveg þeirri stöðu sem við stóðum upp úr bílnum ég og Gulli hérna í reynsluastrinum þetta bara ágætis pláss ég reyndar með fæturnar aðeins í sætið en það ekki þar með sagt að það þurfa að vera í nákvæmlega þessari stöðu framsætið það alveg í öftustu stöðu hérna og það samt alveg ágætis pláss hérna maður stillir sætið svo sem ekki meira höfuðpúðarnir hérna
setja þá aðeins upp svona til þess að annars er maður með herðablöðin í púðunum hérna. Maður setur svolítið svona í vinkil 90 gráðu og það er alveg fínt pláss hérna. Það er gott höfuðpláss, ágætis fótapláss. Hér eru USB fyrir krakkana til þess að tengja iPadana og síðan 12 volt að tengi hérna neðst niðri hérna alveg. Það er mjög slétt gólfið þannig að 50 maður sem sagt í bíl þannig ætti ekkert að finna fyrir því að vera með fæturnar hérna á milli. Það er Isofix festingar hérna út allt. Mjög glæsilegt. Núna eru það að aka sem sagt þannig að hann er bara að aka á rafmagninu og þegar við tökum á stað og við ökum á rafmagninu á svona lágum hraða, við erum hérna á 40 og þá er hann bara í afturdrifinu og ef við gefum inn á rafmagninu að þá er hægt að fara upp í 135 km hraða á rafmagninu einu saman og síðan þegar við erum komin á meiri hraða þá er hann að þá kikkar framhjóladrifið líka inn og þá blandar hann saman fram- og afturdrifinu. Það er 13,2 kW rafhlaða sem að þarf að hlaða en þegar við ökum bílnum þá er það sem við köllum regenerative braking. Þegar við ökum bílnum bara í rafmagninu þá er þetta regenerative braking eða orkuendurheimtin. Hún þá hleður bílinn inn á batterið umfram orkunni sem við erum ekki að nota til þess að keyra hann áfram. Nú, ef við setjum hann síðan við getum skipt hérna mode og setja hann þá í hybrid og þá er bílinn að blanda saman orkugjöfunum. Þá er hann að keyra á rafhlöðunni hérna eða mótorinu sem er aftur í bílnum og bensínvélinni. Já, það eru tveir rafmótorar í bílnum. Þessi sem er frammi, hann er 110 hestöfl og mótorinn aftur í, hann er 113 hestöfl og síðan er bensínvél í honum sem er 1,6 lítri og hún er að gefa 200 hestöfl. Það þýðir þó ekki að bílinn leggi saman allt aflið og sé þá yfir 400 hestöfl, heldur er hámarksorkan sem að hægt er að fá út úr honum cirka 300 hestöfl. Nú, í hybrid mode þá ertu að blanda saman orkunotkunni, bensín og rafmagni og það sem er líka sniðugt í sambandi við þennan bíl að hann er ekki endilega, hann hleður ekki þegar þú ert að akonum, mótorinn, bensínmótorinn, hann hleður ekki rafhlöðuna, heldur er það þannig að þú getur notað svo kallað e-safe og geymt ákveðna raforku til þess að geta bara ekið á rafmagninu einu saman. Til dæmis, ég bý í Keflavík og ég var alveg til í að keyra hann á hybrid, blanda saman orkunni, bensín og rafmagni til Keflavíkur og þá er bílinn að eyða svona, þú veist, já, ég veit ekki, einhverjum 2-3 lítrum kannski. Svo ertu komin í bensínotkunna einungis og þá var hann að eyða svona kannski 67 og þá getur þú geymt rafmagn til þess að eiga til dæmis þegar maður kemur í bæinn, Reykjanesbæ, fyrir mig til dæmis og þá get ég verið að aka þar á rafmagninu einu saman. Síðan er í þessum bíl stilling sem heitir Sport og hún er svolítið merkilega því leytinu til að ef við setjum í sportið hérna og ég botna hann þá verður hann ansi skemmtilegur. Þá erum við að tala að bíllinn sé í einhverju 6 sekúndum að komast upp í 100 km hraða. Þetta er mjög gott til þess að nota ef þú þarft að skjótast inn á ert á gatnamótnum og þetta rífa bílinn inn á eða vill taka fram úr og stundum þarf maður
umfram afl í það. Hins vegar þegar þú botnar hann, það smá svona eins og við segjum orkulag eða vöntun á afli, samt ekki mikið, og eftir að hann kominn í gegnum það þá þrýstist hann áfram alveg rosalega skemmtilegt að aka bílnum í þessu og sérstaklega hugsað eflaust til þess að keyra bílinn á hraðbrautum eða í einhvern svona lengri akstri. Nú, upplifunin við að keyra bílinn ákaflega góð. Manni finnst maður vera að keyra, hann stinnur svolítið, en samt ekki mikið. Og þetta aðalega bara þægilegt að keyra þennan bíl. Maður situr rosalega vel í honum, það nóg pláss fyrir fæturnar. Ég legg mikla áherslu á það að það sé gott fótapláss. Sætin eru þannig hönnuð að það koma meira að segja sérfræðingar að hönnun sætana sem eru baksérfræðingar í Þýskalandi. Þeir hafa komið með góð ráð fyrir hönnuði Opel og hafa gert þessi sæti þannig að þau alveg hrikalega þægileg. Það hægt að lengja setuna, þannig að ef maður á lengri ferðum þá verður maður ekki eins þreyttur í lærunum og upp í mjöðmina. Það hægt að stilla sætina alveg ótrúlega marga vegu hérna með því að rafmagnsstilling hérna á sætunum, hækka og lækka, fram og tilbaka. Það hægt að stilla mjóbakstuðningi, það minni í sætunum. Þannig að, þú veist, maður getur, ef maður verður þreyttur, þá getur maður breytt stillingunni örlítið, þannig að maður sitja aðeins öðruvísi. Ef mann kalt, þá setur maður hita á það. Ef mann heitt, þá getur maður sett kælingu á rassinn á sér, sem alveg örugglega mjög þægilegt ef maður aka í lengri ferðum. Og þannig að ef við tökum aðeins hönnuna á þessum bíl, þá hann hannaður á sama palli og PSA samsteypan að nota, sem að nota bene núna önnur stærsta samsteypan í Evrópu eftir Volkswagen. Og þessi bíl rauninni hannaður á sama palli og Peugeot 3008 og Citroën C5 Aircross, sem alveg frábæri bílar, en þeir eiga svo sem ekkert annað sameiginlegt nema bara þennan grunn, og vélarnar eru jú framleiddar af PSA samsteypunni, og það sem er kannski líkt með Peugeotunum og þessum bíl að það sami gírknúður hérna og start- og stopptakinn, annað það nú ekki. Hann mjög hefðbundinn og svona solid hönnunin á þessum bíl hérna með 9 tómu skjá sem fellur mjög vel inn í mælaborðið. Kannski pínu gamaldags þetta lúk hérna á mælaborðinu, það skiptir mig engu máli, því að það svo brjálæðislega þægilegt að keyra þennan bíl og hann fjölhæfur. Fyrir hverja þessi bíl? Þetta náttúrulega fyrst og fremst bara mjög góður fjölskyldubíl, hentar familju sem með stóra fjölskyldu, mikið í skrepp og skutli, og hann hentar bæði í borg og sveit, vegna þess að í sveitinni hægt að nota, blanda saman orkugjöfunum og komast allra sinna leiða á bensín og rafmagni, og svo í bænum hægt að nota bílinn bara sem rafmagnsbíl, og þá hann náttúrulega mjög öflugur í sambandi og orkusparnað og þú keyrir grænt.